er bara ekki þannig. Vei með þá. Þið að hlusta hér á FM 95 Blö, á FM 957. Kæru hlustendur, það er föstudagur, það er komin september og við erum mættir hingað í stúdíóið, ég, Auðun Blöndal, Egill Einarsson og fyrsti gestastjórnandina af nokkrum. Það er, maðurinn sem getur pluggað öllu. Hann á sin eigin samlokustað, hann er með tattoo, hann er nýbúinn að snúða sig, hann heitir Jón Gunnar Geirdal, vertu velkominn. Takk hérlega fyrir þess að fallegu kveðju. Já, takk fyrir það. Það er mikil pressa, þú ert fyrsti gestastjórnandi, við verðum nokkra. Ég gef tónin. Já, þú gefur tónin, þú ert hérna fyrir hann Steinda sem er, byrjar í tökum á nýjum þætti sem heitir Hreinn Skjöldur. Já, hlakka til að sjá þá. Við erum á stöð 2 núna í haust. En já, það er pressa. Já, þú erum samt ekki með íslensk slúður eða neitt þannig eða það. Nei, við lifum bara vittisinum ekki að hafa það bara. Hlakka ég hann að kella það fyrir. Þú varst í íslensku slúður um daginn. Já, veist. Ertu ekki búin að pissi ykkur appelsínflöskur? Jú, akkurat. Það er ekki gaman þegar bara börnum að hlusta og svo fólk að spyrja mig bara hei, ég heyrði það hérna krónin eitthvað. Hvað er aðeins um dreng? Ég hringdi sérstaklega hann og þakka hann að kella það fyrir. Hvað er þetta gamli maður? Fólk er að kaupa þetta. Það er vandamáli sko. Ef maður hringdi í Steinda þá náttúrulega, hvað er þetta maður? Það fatt allir þetta djók maður. Svo er þetta ekki hægt að vera pyrrar út í hann sko. Það er ekki hægt að vera út í hann. En hélt fólk sem þú var að gera niður því. Já, kannski ekki sko, en maður svona baunar á mann hann að þú veist, svo kannski við dettur bara inn á FM og heyri hvað. Já, Jón Gunnar Geirdal í krónun að pissi í appelsínu. Hvað þú veist? Hvað er að gerast? Já, börn í skóla sko. Þannig að þú getur staðfestað hér núna, þetta var kjaftaði. Já, ég get segja staðfesta hér, þess að það er hingað komin. Þú varst ekki að pissi í appelsínflöskur í krónunni. Alveg hætti því. Gott að heyra. En það er þvílík veisla framöndan, kæru hlustendur, frábæð þáttur í dag. Við förum í liði eins og myndur fyrir cash og stjórnlega staðrindir sem eru alltaf á sínu stað. Egill, ég sé að þú ert búin að gróta þetta inn á handritið mitt spurt og svara. Út af því bara að enn og aftur, ég hef náttúrulega sagt þetta ofta áður, fleiri spurningar þetta en vanlega. Það er þannig. Þetta er bara óþolandi. Já. En ég get sagt þér eitt, ef það er einhver gamall maður á elliheimili sem er að missa hárið og allar að fyrirfara sér, þá skalla ég. Það er komið gott núna því. Er mikið að þeim að senda inn? Herru, hann tók bara í síðustu viku bara nákvæmlega eins slúður og hann var með vikun áður. Eina var bara, gaurinn var hættur að vera 67 ára, var hún 82 ára og hann vildi kveðja þetta lífa því hann var að missa hárið. Já, einmitt. Og vildi tala við mig. Já, nú eru 2 sköllóttir sko. Já, hann skal fara varlega. Ég fæ þetta sent og ok, vissulega kannski var þetta líkt, en það var 67 ára gammal kallmaður í þar síðustu viku blöða og síðustu viku var þetta 83 ára gammal, það var ekki saman bréf. Ég held að ég myndi frekar endaði líf mitt að ég væri ennþá með strípu sko. Nei, það er ekki um þú orðin 80 daginn sem ég fer. Það eru 3 menn sem var í strípur, Egill Einarsson, Phil Neville og Scooter. Gummi Ben og David Beckham. Gummi Ben og David Beckham. Sko, málið er, og Arnar Grant, ekki gleyma Arnar Grant. Já, fyrir nokkur. En málið, og segju hvernig þetta er búið, og segju hvernig ég tek stimpilkortið mitt og stimpla mútur og sem heim. Það er því ég fættur Robby Carter og hann segir að ég ná í hettuna og ég segi nei, þá verður þetta bara búið. Já, þess að þú hættir að fyrir strípu. Þá ætlar þú bara að kveðja þetta. Já, ég meina, til hvers að vera á lífi og þetta ekki með strípur. Ég fór síðast í strípur. Eigum við semst bara kveðja hann heim, ég og Jón Gunnar eða? Já. Með allt þetta útlið þrátt fyrir hárleysi. Ég geti aflitað broddana, ég sé það. Einmitt, og verður svo hvað, Gunther í Friends. Hvað er eiginlega Ég væri hérna eins og Gunther í Friends. En ég fór í alvörinni síðast í strípu fyrir 20 ára síðan. Það er svo langt síðan. Já, ég aflitaði mér sinni, ég var eins og ljósarð útgáfa af einhverju latínó skúter, það var skelvilegt. Findu þá mynd, Jón Gunnar? Nei, ég ætla ekki að finna það. Ég var byrjar að fara í strípur hérna á lokasprettinu með mér, af því að Jói Ásbjörns, Jói úr ædolinu, Fabriku Jói, hann sagði mér að það myndi hjálpa til að fela, hvað þetta var. Gekk vel hjá honum. Já, hann var svona svo kústur. Átti góða vini, hann var að gefa þér bold tips. Já, ég var góða vini. Já, ég var það hjá lítið, þetta voru vandrarlegt sko. Það var ekki margt í þessu liðinu, ég var góða vini. Við erum með, það er spurt og svara. Svo er það liður sem að ég kvíði mest fyrir í dag og ég verða viðkjanna. Þetta er búið að ræða mig svolítið bara eiginlega alla vikuna. Það komið okkur agli í mínúti í helviti, sem við erum að tala dónalega við hvern annan hér og eftir. Og það var nóg óþægilegt með Steinda, ég veit ekki hvernig það verður með agli því að hann er fyrir Þeir eru nú hálknir af reynsli í þessu. Ég fattar bara ekki hvað er svona mikið við sem við þetta. Já, ég meina, veist, það er líka svona hræðilegt. Þið þekkið þetta. Það hræðir mig líka, hvað þú ert rosalega til í þetta. Bara 2 félagar, couple of youngbloods. Já, það er þetta pínu óþægilegt. Couple of youngbloods, þú þarft að fara að hætta með það, við erum að vera þættu, sko. Við erum ekki að couple of youngbloods. Nei, ég ætla ekki að leiðilegur.
Ef við værum útasátt í Vestló, þá mættur við segja two couple of young bloods að henda hérna í eitthvað svona. Það eru 20 ár sem þið voru í Vestló eða MK eða hvað var. Við erum fertugur á FM. Svo það... Ég actually fertugur. Þetta basically bara fyrirsögn, fertugur á FM. Já, Jóngunar enda verður fertugur þessu ári. Já. Og örugglega einu á landinu sem að vinna með sitt eigið hashtag þar að kemur ammalið, JGG40 til hann ekki með rándýrt hashtag. Besta hashtag síðan séð. Svo flottulegakeppnin, hún verður hér í dag. Það liður sem við Jóngunar vorum alltaf með á mánudum þegar við vorum með. Ég spenntur fyrir því. Hvað konseptið? Má ég bara spila hvaða lag sem Já, við ætlum að hafa konseptið í dag, lag sem kemur í gírinn. Það er förstu dagur og fólk nýbúið að útborga, 5. september. Fólk bara hella í sig. Allir í gír, fólk nýbyrjað í skóla, ekki fullt af svona vísindaferðum. Já, mann ég ætla rétt að vona að þessu margir núna búin að stilla á FM og eru kannski að hverju eru velja að sigurvegara? Hlustendur Já, og við treystum á hlustendur. Þannig að eins og þið heyrið, kæru hlustendur, að þá nóg að vera í dag. Og Jón Gunnar Geirdal sem að vinnur alla daga við að plugga og smyrja samlokur annað, hann hefur ákveð að gefa okkur 2 klukkutíma af lífi sínu. Já, og þetta a busy man. Þannig að við þakkum honum kærlega fyrir það. Gaman að vera hér. Takk fyrir að koma. 5-7 Heil Einarsson með ykkur í dag milli 4 og 6 með mér Jón Gunnar Geirdal og Auðun Blöndal hér á FM. Valla, flott. Hvaða rödd þetta? Þetta FM-röddin mín. Þetta FM-röddin þín. Þú tekur samt alltaf bara FM-röddina þegar þú opnar. Já, því að þá ég gleymi mig svolítið. Á ég með F-röddina alltaf? Nei, bara alls ekki. Allir góður. En þetta var hár rétt hjá honum Agli. Við erum hér frá 4 til 6 og það komið að slúðri hér í FM 95. Og ekki íslensk slúður heldur, erlend slúður. Ég með svona ágætis bakka. Ég ekki að vera leiðilegur. Ef það kemur ekki Miley Cyrus slúður, þá ég farin heim. Það ég farin heim. Það ekkert með Miley. Jesús. Eru þið með hann á Instagram? Ég verði eiginlega að fara hendin út. Hendinu út? Hún gerir ekki annað en að setja myndir að sér og hundinu sínum og alltaf eitthvað. Hún á svín. Er þetta svín? Já, hún á svín. Ok. Þú finnst það að vera hundur það? Nenn aldrei að skoða. Hún á reyndar eitthvað 3 hund og 1 svín. Hún aðalega að vinna með svínin sann, sko. Ok, þá, ég alltaf að segja, ég nenni ekki að skoða þessa myndir. Hey, hater gonna hate, sko. Ég í Team Miley, sko. Ég hata hann ekkert, ég bara segja það kannski bara hendin út á Instagram, sko. Mér finnst hún fín tónlistakona. Ég það senda henni í mér, segja Auðun Blöndal just throw the out of Instagram. Já, gerðu það bara. En ég ætla að byrja slúðrið á nektarmyndunum sem að láka á netið, hvað var það ekki, þessari viku, það síðustu. Hvað var í gangi? Jennifer Lawrence og fleiri. Já, þú náttúrulega veist ekki um það. Hvað var í gangi? Þú er fyrsti maður sem reynda að finna það. En hérna, FBI núna að hjálpa þeim að reyna að hafa upp á gurnum sem að lækja svo. Hann bara orðin a fugitive. Hann að flýja bara... Ef við ringi Harrison Ford? Nei, ekki Harrison Ford. Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones. Það var að finna núna. Já, hann að leita. En það nýjasta að það geti verið að Paris Hilton fái gríðalega sekti. Hann setti nokkra myndir inn á síðuna á sér. Jú, en það eru flesta síður búin að taka myndir út því að það er gríðalega sekt fyrir að byrta þessa myndir. Já, hann líka, hann hendur inn og keypti út, sko. Já, keypti strax út. Og þetta er leiðandi mál og... Er búin að sjá þessa myndir eða? Nei, ég sá eitthvað á Twitter eitthvað með Jennifer Lawrence en það var ekkert eitthvað gróft sko. Ég ætla bara ekki að gera henni það auðmingjaða konunni að flétta upp myndir. Já, það eru nokkra sko. Nei, ég er ekki að leita þessu. Nei, ég er alveg rólegur. Bara glemdu því. Jennifer Lawrence er glæsilega á það sko, en ég er alveg sultuslagur. Eina sem ég skrítið við þetta sko, það er, ég hef alveg skilið einhverju væri búin að senda einhverju svona kannski Snapchat, ekki það maður sé í því eitthvað að senda vinnin á sér, en að eiga fullt af svona myndum inn á símanum sínum og svolítið margir í því, er ég að missa einhverju eða? Eru þið í þessu eða? Blöð það, ég get lofa því að einu símaninu með mynda þér allsbyðin og baði hjá þér taka mynda, það er 100%. Nei, sverða. Ég myndi segja, já, ég fel ekki. Af hverju er það 100%? Það er bara 100%, þannig verið ykkur ruglið heima á sér, hörru, ég ætla að smetla inn í myndina, og síðan gefur það bara tölvulúði, hakka sér á iCloudi hjá þér og bara myndin farin. Kapum, hún þarf þá að vera inn á símanum eða ekki? Jú. Já, ég er ekki með neina svo lesmynd. Þetta var hrúa fólki sko. Já, og rosalega mikið að myndum líka. En það er að skeina Apple. Er flókið að hafa iCloudi bara í lagið eða? Það er ekkert að milli mála í með eitthvað svona myndir inni á sér. Ég sé það bara hvernig hún stressað. Það er bara mynda albúm. Erst þú með eitthvað svona, Jónsi? Jú, ég er með mjög mikið. Ég er mikið að vinna með þetta. Mikið að vinna með að smetla af mér Berrusson. Allsbyrði brúmið með samlóku. Þú vart ekki að fara í bullandi vörð. Ákveður ég allsbyrði brúmið með samlóku? Þú átti en eigin samlókustað? Já, það sjálfsög bara fyrir ekki. En hefur þið tekið svona myndir og átta? Nei, hvað er að þig? Ég meina fólk er í þessu. Ja, greinilega, nei ekki ég. Svo er það slúður sem ég er mjög hrifinn af, en Jamie Foxx, hann hitti Mike Tyson nú á dögunum og ætla þeir að verja tíma saman því að Jamie Foxx er að fara að leika Mike Tyson og það
finnst mér mjög áhugavert. Það spennandi. Og bara bíómynd sem ég var til að sjá helst í kvöld. Já, ég sá einhvern veginn heimildamönd Tyson og hann svakalur. Já, og þetta líka áhugaverð saga Tyson. Já, og þá var pínu ekki með þetta. Nei, hann náttúrulega eftir að Custom Marrow deyr þá eiginlega bara svona trublast hann þegar Don King tekur yfir líf hans, sko. Já. Og það mitt skrifað það hér að Don King mun ekki koma vel út úr þessari mynd. Nei, það vissi ég séð þegar hann var 17-18 ára á Ólympíuleikunum eitthvað. Já, gæði var bara svo villit. Átt engin breyki, já. Yngsti heimsmeistari frá upphafi í þungavigt. Já, hann var bara eins og villit, sko. Já, hann kunna slást, en Jamie Foxx er byrjar að bölka. Og Egil, þú þekkir það. Já, hann bölkar húnna. Já, og hann vist að fara að henda einhverjum góðum 15-20 kílóum á sig. Af vöðum? Já. Og hvað stundum tíma? Ég bara veit það ekki. Hvernig er tökur? Tökur eiga hefjast eftir nokkara mánuði. Já, mitt þá var hann að fara að negla í raskatið þessu, sko. Þú bætir ekki að 15-20 kílóum á vöðum á nokkur mánuðum bara þó að setja á hrikalega góðu kreatív. Hann löngu byrjaði, sko. Já, hann þarna Jamie líklega búin að step into the dark side. Já, ok. Hann lifja sig. Það 100%. Það gott að vera með lyfjafræðinginn í stúdíónu. Nákvæmlega. Hjúkrunarfrækurinn brjálarinn að liðna mér. Já, bara einn með þetta gjössálaður heimur hérna. Svo það í lokin að því að ég átti ekki að tanda með Kim Kardashian, hún var þetta nakin í GQ daginn. Já, ég sá það í dag, ég táraðist. Já, en systir hennar. Það ánægðu það. Á hverju táraðist? Kíktu bara myndinar. Ok. Khloe Kardashian, systir hennar, hún að spája að fara ætla. Ég mikill Khloe Kardashian maður líka. Ég hrifin að henni. Ertu að horfa á þess að þætti það? Ég búin að horfa á allar seríurnar. Var það hún var einhverju þáttum ekki, kynir eða eitthvað? Jó, hún kom sem X-Factor. Já, þetta er hrikalega vandaður sjónþáttur. Já, The Kardashians. Já. En þetta er kannski eitthvað sem blöð þetta spáði. Ætlaða? Já. Þú ættir að hendi það. Ha? Get ekki ætla eitt úlling bara? Eitt sem er tilbúðum bara? Já, er þess að úlingu skemmtu bara á 0-1? Nei. Hvað tekur það langa tíma frá að þú hringir núna tímtal, það eru blöð hérna, eitthvað ætliða? Kapís? Hvað tekur langa tíma að koma með A Tiny Little Baby? Það tekur held í góðan tíma, sko. Það getur ekki heil langa tíma, sko. Og öruglega margir að núti sem að býða mun hæfar en ég, þannig ég ætla ekkert að fara að blanda mér í það barátu. Þetta var slúðurpakki dagsins og það er ekkert íslensk slúður í dag, en það er nú ekki oft sem að við endur spilum eitthvað hér í þessum þætti. En ég ætla að spila aftur fyrir ykkur, það sem að Steindi nú í frí í dag. Til að spila aftur íslenska slúðrið Kolb hér og eftir, þannig ekki missa því. En hér strax eftir auglýsingar að þá er það myndinu fyrir cash og það verður gaman að sjá hvort að Jón Gunnar Geirdal sé ódýr eða erfiður, þetta er að kemur að því. Fyrir 320 kall og með smá hefni getur þið fengið fínasta sportbíl í heimi, bruna norðuránum á nýja slitlaugin yfir Kjöl sem þú borgaðir fyrir. Potturinn í Eurojackpot stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot, förstu dagur í fjár. Grillaður kótilettur. Pítan. Alltaf fersk. Dansstudio World Class. Komdu í alvöru dansnám. Commercial og klassískir dansar. Haustön hefst 8. september. Upplýsingar á dansstudioworldclass.is. Eru gítargrippin ekki alveg á hreinu? Sæktu bara gítarappið með iPhone eða iPad, Epli, Laugavík og Smáralind. Epli.is. Yellow Boots. Timberland, Laugavegi 6 og Kringlunni. 50% afsláttur í Pool til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Hætta að jarma, farið í Varma. Find okkur á Instagram og Facebook. Varma, the warmth of Iceland. Hámaðu í þig með hreina samvisku. Safran. Förðunanám. Náðu frá því besta með Reykjavík Fashion Academy. Skráning í gangi á rfa.is. Þú færð eldgrillaða kjúkling í Skeifunni og í Garðabæ. Hagkaup, það sem Íslendingum finnst skemmtilegast að versla. FM 95 Blö í dag klukkan 4 til 6. George Ezra. Við sitjum hér, ég, Auðun Blöndal, útvarpsmaður, Egill Einarsson, líkansrættafröðumur og Jón Gunnar Geirdal, umboðsmaður Kallabjörna. Ég er ekki. Erum í flottum gýr. Ertu ástæðan fyrir að við hendum þessu inn að því að Egill var að spyrja áður en lagið kláraðist hvort þú væri ennþá umbi? Nei. Ertu ekki að umba neina? Alls ekki. En það er reyndandi gig. Þú ert vantilega það bestu umboðsmaður Íslands. Það er 100%. Hver getur verið betið þú því? Brjóta Valasport. Nefnd einn. Palli Pabbi. Já, Palli Pabbi er grjótarður, sko. Já, hann er það, sko. Hann er miklu grimmari ég líka. Valli Sport var umboðsmaðurinn þinn þegar þú varst í Mercedes Club eða ekki? Já. Hann var snilligur í að
dempa álægið á manni. Það var gig eftir gig, maður gigga svona með sig. Dempa álægið, það eru Jay-Z, Rólu. Valli Sport sagði á þeim, nú sleggur á símanum, leggur í 3 tíma. Sagði það við? Ekki, ertu bara að segja þetta? Það er þú varst í Mercedes Club, sko. Alveg vera róli. Það er svo að vera í Queen að ferðast bara heiminn. Já, það er bara Freddy og þú. Ég er bara að segja hvað var það þegar voru að keyra á Blönduós? Ég er bara að segja hvernig Valli náða að kontróla hljómsveitinni. Þið voru að keyra á Blönduós og þú íttir á okkur taka á okkur hljómborði. Já, lendið mjög hostile crowd þar. Já, mitt. Já, voruð þið grýtt þar? Nei, það voru hestamannamótin sem voru grýtt, eða ekki? Nei, það var alltaf hafi kynferðislegar athafnir á grindverkinu. Já, það var ekki vel í hestamann. Hvað eldflöga seffræðingur bókaði okkur á landsmóti hestamanna? Það var bara rétt eftir að hann klauf Atóm, þá bókaði hann ykkur á landsmóti hestamann. Já, ég kom við þetta, við fulla stúka grjótur og hestamönnum, fáum, nei, byrju ekki Helga Björns, fáum Gilsinegger og Mercedes Club og Haff. Fáum það, hestamenn í lópapilsum. Hefði gengið úr sér sögu, það gig. 15 manns, allir með kúrikatta. Ef að Haff hefði ekki farið á grindverkið. Ég sagði því, Haffi, ekki farið á grindverkið. Því ég veist að hann var að pæli því. Varstu þá, þegar þú kallar þetta á Haffa, varstu að þykja að spila á hljómborðu og varstu eitthvað stressað? Þá var ég bara að vinna á hljómborðinu. Ég var með kúrikahatt. Og sagði Haffi ekki fara á grindverkið? Ekki fara á grindverkið. Og hann sagði, jú, ég er að fara á grindverkið. Þetta hefur verið epískt gig. Hann fór á grindverkið. Á engin vídeó. Og þá var allt vitlaust. Já, þeir voru grýtt. Það var ekki svo rosalega mikið svona snjallsíma eins og í dag. Ef það væri tekið upp í dag, þá var allir mynd að Haffa á grindverkinu. Ég myndi borga pening fyrir að sjá the hostile crowd á hestamannum. Veistu hvernig við keyrðum inn á það? Það var rosalegt. Það var svona surprise gig, skilur við? Ég veist okkur á surprise, því annars er enginn komið. Það er bara þannig. Áttir að fara að auglýsa ykkur. Komið á hestamannamót, Mercedes Club. Syngja með. Sko, það var svona lögreglu jeppi sem var þarna á kantinum. Við stóðum að svona, földum okkur öll, Valli Sport sagði okkur á félagur, hann aftur í. Síðan keyrðum við inn á Jónguna heldur fyrir augun. Þetta er svona reiðvöllur, skilur við, svona skeiðvöllur. Inn á auglokkin. Hann keyrir inn á skeiðvöllin og þá er strax komið í gang Bass Cup sem er eitt vestalagið. Valli Sport sagði okkur að fela okkur aftur í. Ég treysti Valli Sport fyrir öllu 100%. Ég myndi hringja mig eftir og segja, Egil, gerðu þetta núna? Valli er alveg toppmaður. Næja, við skulum hætta að Mercedes Club og fara í dagskaraliðin myndurinn fyrir pening. Ég segi að Bass Cup er með 167 views á YouTube. 167.000? Nei, 167 views. Ertu ekki að grínast? Hvað er þið mörgum hljómsveitinni? Það eru fleiri heima hjá þér? Það er eins og þau hortu öll á þetta þrísum. En ekki eitt dislike. Er það ekki ákveð, það er ekki vel gert það? Það þarf einhver að horfa á þetta til að dislika þetta. Einhver aðrir en þau. Það er komið að myndurinn fyrir cash og Jónguna, þú þekkir nú reglur, þú nú veist á okkur strákana. Þetta, ég spyr ykkur 3 spurninga og hendi svona vissir uppæð inn á spurninguna og þið að svara hvort þið myndi gera hitt eða þetta fyrir þá uppæð. Er þið tilbúinni? Klár. Fyrsta spurning og ég tengi hana svolítið við Jóngunar því að hann er að mikill tattman og oft kallaði Nonni Tattoo. Nei, en takk. Myndið fá okkur að tramp stamp tattoo á bakið fyrir 1 milljón. 1 milljón? Já, íslenska króna. Nei, segir, ég held að þú myndið pottið segja já. Að fá mér tramp stamp á mjóbakið. Þú ert allir flúrað hvort þið er. Já, ég er vissulega með flúr, en að fá mér flúr sem að 20 stelpa fekk sér 98, veit ég ekki. Áður en hún hendi sér í galan og fór á skuggabarinn, sko. Ekki 1 milljón? Nei, sko, ekki síðan. Þetta er træball á mjóbak. Þetta er træball tattu ekki. Já. Yfir allt mjóbakið. Eins og Vince Vaughn sagði í Vætingkrassi þess, bullseye. Myndir þú hugsa fyrir 10? Kostnaðurinn. Já, ég myndi hugsa fyrir 10. Ok. Glemdi þið, miljón. Gamli með trampstemp, það er rándýst. Já, málið er alltaf ferði í sund, þú ert með træballinn á mjóbakinu. Já, það er rosalega. Ég held að myndi báðið gera fyrir 10 miljónir. 10? Ekki. Ég held að þið verið báðið líka bara. Hann er svo loaded, hann hefur ekkert um pening að gera. Nei, hann er svo rosalega ríkur. Nei, ekki. Sko, hendu 25 kúlum á borðið, you got yourself a deal. Já, ok. Ég ætla ekki að bjóða 25 miljónir fyrir það. 10, ég fer ekki að herra. Ég væri til að sjá þig með træball í sporthúsinu. Ég veit, ég er aðallega sem eftir er. En ef ég hef 25 kúlur, þá er ég sáttu. Bara hlæðið svo vilt. Og menn að þú hlæðir allar leiði bankan. Næsta spurning og þið verðið báður eða samþykja þetta. Myndið þið fara í sleik við hvort annan fyrir 75 skalla mann? 75 skall? Akkur er svona litlum upphæðum í dag? Já.
Lítil uppæð fyrir að vera Ég og Sveppi gerum þessum áskorun í 70 mínútum sko. Já, þið náttúrulega að ykkur Fyrst ekki krónu fyrir það? Sveppi fær í sleik við mig núna fyrir ekkert Bara ég myndi sko og býðinu það Sveppurinn, hann ekki trættu að fara eitt sleik sko. Mætti ég slaka niður 2-3 áður? Já, nú viltu vera fullu þú að fara í sleik Þarf það að drekka því í gang til að fara í sleik við mig? Mætti ég renna niður 2-3? Ég var að spyrja, mætti ég það? Já, mátt gera svona vilt Það ættu við félagarnir að fá okkur bjór saman og fara svo í sleik Þetta er 75 mann Hversu langur sleikur eru að tala? Ekki ykkur mínúta? Jú, þetta er 40 sek 40 sek? Já, það er bara lengst í sleik sem ég farið í Já, sko, það er blöð Já, ok, hálf mínúta, ég gefa það, 30 sek Já, vá, tók 10 sekundar af 75k í 5 skollum Sleik og JGG í 40 sekundur Ég get ekki sleik En þetta er málega, þetta er öðruvís en tattooið sem er fast með það sem eftir Þetta er bara sleikur og séðan bara fá okkur gefa okkur high five kannski, við erum svona gannislag eftir Ég færi mig, hæ? Já, svona til þess að Aðrir einhverju lélir í klámynd Til að hrista þetta Já, svona einhvern veginn til þess að vera aftur real men Færi mig gannislag Ég sé ykkur fara í sleik Svo rétti ykkur sekund 75 skallin Og þú tekur Jóns svona hálstækja Svo flippaður Ég segi já við þessu Anna, Jónsi, þá var þú að segja já líka Þá getið ég bara gert þetta Getur bara gert Já, þá bara henda okkur í sleik og gannislag eftir Já, ég er klár Fertugsamluninu Blöðvan við vel vist til að henda 150 á borði og sjá þetta Þið sögðu báði, já Þannig að nú er bara að gera að fara að safna Hann er að fara að henda svo á borði Einhverju félagar okkar að hlusta Svo er það síðasta myndur fyrir Cash í dag og síðast spurningin en hún tengist einmitt lekamálinu sem að fór á netið þarna nektarmyndinar Ef það væru til 3 nektarmyndir af ykkur í símanum ykkar myndu þið leyfa myndunum að leka á netið fyrir 40 milljónir 40 mils? Nú komin Járur upp að ykkur Já Nú kann ég vel við blóðan eða þannig Já 40 kúl Já 40 milljónir Má maður kóreografa þessa myndi sjálfur það? Nei, ég myndi taka þér Jésús Já, frábært Þetta nú breytist þetta aðeins Akkur var þetta ekki bara inn í fyrstu upprunnulega spurningunni Ég get lofa ykkur því ein myndin þá liggur Jón Gunnar Geirdal á félagunum með samlokur í róma sig sko Uppi rómi Er hann á bakinu? Ég get ekki sko Með samloku á maganum eða hvernig er Og myndileg tekir úr loft Og bara líkurinn á Smartland Berra saða með samloku Ég fæ kannski ekki að koreografa þetta En myndið þið taka þessu? Ef þetta sko Auðum og ekki koreografa Ég er að veltaði fyrir mig hversu dónalegar þessar myndir Ef þetta er semi-dónalegar You got yourself a deal Okay. En ég veit bara svo Ari Magn nektarmyndina Hvað áttum mikið þessi símaninu? Nefnt er svona Við ekki að henda bara í raksafón til að taka Ef þetta er nokkuð smekklegt Þetta er ekki okkur viðbjóður Þá hérna er ekkert aðeins Nekt er bara Það er smekkleg mynda því að Nekt er falleg Það sést í fermingabróðin sko Nekt er falleg, ég kasta upp Rólegur Þannig að Egil segir já 40 kúlur á hann Jónsi Og hvað ætlar að gera þegar Nonni, við gerum þetta Við farnir beint í beni félagarnir Í 2-3 mánuði Já, er það fyrir eða eftir sleik og gannislag Herðu, hversu flott er það maður? Þið farið með trampstamp í sleik með 40 miljón til beni Já, hann átti að jamma fyrir 40 miljónir Já, ég hendi í þetta Ná, það ekki, þýðir ekkert annað Þessi maður fór á kostum í kórnum Fyrir, já, hvað er það? Vika síðan, 2 vikur síðan Já, geggjaður Stórkostlur enda á þessu lagi Ég söng með, vonandi þið líka Þeim íslendingur sem mættu þarna tónleikana eða horfða á hann á netinu Hann er alveg með þetta sko Hann var frábær Það verður að gefa hann það Justin Timberlake og lagið Mirrors hér í FM 95 Blö En já, það er komið að einhverju núna sem við gerum ekki oft í þessu þætti En Steindi vinnur okkar, hann er í fríi núna Hann er að taka upp þættina Hreinn Skjöldur fyrir Stöð 2 Og við verðum með gestastjórnendur hér svona næstu þætti og Jón Gunnar sá fyrsti. En þar sem að verður ekkert íslensk slúður í dag, þá hef ég ákveðið að spila aftur lítinn bút sem hann tók hérna í síðustu viku, hann Steindi. Og þetta slúður fjallar Ásgeir Kolbeins. Og ég er ekki frá því að þetta sé eitt besti bitinn frá Steinda í íslensku slúðri. Og já, þetta er smá íslensk slúður hérna, ára höldum áfram. Ég er svolítið spenntur, ég ætla bara að vinda mér í þetta. Og fyrsti punktur, fyrsta slúðri, það er Ásgeir Kolbeins. Það er Ásgeir, hann er góð vinur þáttanins Ásgeir Kolbeinsson. Og hann er aldrei verið það? Nei, heyrðu, hann hefur aldrei verið. Nei. En haga sig líka eins og maður. Já, en þetta er, þetta er dagsatt dæmi sem ég er að fara að lesa þetta. Þetta eru mörg vitni og ég fekk allavega 3 eða 4 mismunandi tölvupósta með þessu slúri. En það vita nú ekki margir, þetta vita ekki margir, en Ásgeir er háður rassamæli. Það er bara svo hann háður rassamæli. Hann er háður rassamæli og hann var vist hann var rassamældur mikið sem krakki
og sko, hann var svona einn af þessu krökkum sem svona greip allar pestir. Hann var svona mikið lasinn og var alltaf rassamældur af því að hann sko, eyrnamælirinn virkaði ekki. Það er líka áreiðanlegast. Já, algjörlega, mjög áreiðanlegast. Já, og eyrnamælirinn virkaði svolítið illa á hann af því að hann var með svolítið þröng eyru. Þröng eyru? Já, svona verður erfitt að mæla hann, en hann var alltaf rassamældur og svo þroskaðist hann aldrei einhvern veginn upp úr þessu, eða svona, þetta óx ekki á honum, hann hefur alltaf verið svona nett hræddur við pestir og flensur og svona eymsli í hálsi og svona, hann heldur alltaf að hann sé að vera slappur. Okay. Og konan hans búin að vera rassamælan í marga mánuði og orðin bara þvílíkt þreytt á þessu, hún bara hætt að nenna þessu. Og núna síðustu helgi þá faraðu saman í partí á menninganótt og það voru allir að fá sér löflétt og svona, þú veist, og Ásgeir var komin hann í Jagerinn og þið veitir, þetta var bara fínt partí. Það alltaf, er slúðrið þitt, er það sponsorað af Jagermeister eða? Það annarkveð maður alltaf komin í Jagerinn. Hann var bara búin að fá sér smá Jager, hann var líka búin að fá sér miklu meira, hann var búin að fá sér vodka og rom og ég þetta engin spons í þessu, ég tek reynilega bara einn ábyrgð þessu. En það siti allir svona í stofunni í þessu partí og hann komin vel í glas. Kolbarinn og svona byrjar að biðja lið að rassamæla sig. Nei, og sko fólk hélt náttúrulega að hann væri bara að djóka og svona, en konan hans var farin að skammast sín mikið fyrir þessu, af því að hún vissi að þetta var ekkert grín og svona. Hvað hann að vera að lappa partí að biðja allir að rassamæla sig? Hann var svona suð í liði, þú veist, þetta var orðið löngorðið þreytt, hann var svona suða í liðinu, þú veist, sko hann stendur hérna og þú veist, erum við ekki fullorðið fólk hérna, segir hann. Veitu hvað, þetta eitthvað vesen að rassamæla kallinn? Ég potið með nokkra komur hérna, erum við ekki fullorðið fólk? Það segir svona, erum við ekki fullorðið fólk mikið, sko. Og svo gerðir hann niður sig og fer upp á stofuborði í partíinu. Mörg vitna þessu partí. Mörg vitni sem voru í partíinu og fer á 4 fætur upp á stofuborði og stingur rassamælar í rassinast. Og er svona að hlægjast, þetta er svo barnalegt. Nei, þetta er ekki barnalegt, það var svo erfitt. Rassamælda sig sjálfur? Var þetta svona erfitt, segir hann? Erum við ekki fullorðið fólk hérna? Og fólk ætlaði ekki að trúa þessu. Og konan hans var að reyna að fá hans að hætta þessu og nennir ykkur að lesa á hann fyrir mig? Hvað stendur á mælinu? Við erum fullorðið fólk, segir hann. Og hann var náttúrulega bara með 37 að hitta, kannski nokkra komið, það var ekkert á honum. Þetta er mesta rugl sem ég heilt. Nennir ykkur skólan, segir hann. Við erum fullorðið fólk, segir hann, hann var alltaf búin að fá sig. Svo leiðin í bæinn, þá var hann svona að reyna að rassamæla lið í taxan. Og svo fóru náttúrulega allir á austur og og þá var hann að biðja að rassamæla sig þar. Þetta er komið gott núna. Nei, ég rassamældi mig, ég rekði út, ég á hann að stað, ég rekði út. Við erum fullorðið fólk anskotin hafið að rassamæla. Fullorðið fólk anskotin hafið og það veit svo skemmtilega til að Steindi Junior er líka fullorðið maður. Pottþétt með nokkra komur. Má ekki gleyma því. Hér smá auglýsingar, svo heldum við áfram. Carlsberg, Nova og Bláa kortið kynna Oktoberfest SHI í Vatnsmýrinni dagana 11. til 13. september. Framkoma Agent Fresco, Mammut, Vög, Kiriyama Family, Our Lives, MC Gauti, Reykjavíkudætur, Úlfur, Dikta, Jón Jónsson, Óipa Rasta, Hinemoa, Páll Óskar, Steindi, Bent, Friðrik Dór, Amabadama. Miðasala í HÍ og miði.is. Handhafar Bláa kortins frá Arion banka fá 15% afslátt. Oktoberfest SHI 11. til 13. september. Nú getur þú keypt metan á bílinn á orkustöðinni Miklubraut. Nú er metan komið í alfara leið enda á fjölförnustu götu landsins. Það er ómetanlegt. Sem sagt fyrir umhverfið. Orkan. Við göngum til góðs á morgun. Findu þína söfnunarstöð og nánari upplýsingar á rauðikrossin.is. Rauði krossin á Íslandi. Thule og Sailor Jerry kynna Icelandic Tattoo Expo verður haldið í Súlnasal Hotel Sögu dagana 5. til 7. september. Yfir 50 tattoo-listamenn verða á svæðinu ásamt Sailor Jerry pin-up-keppni og sýningu með henni yndisfögru Lucky Hell. Miðasalan fer fram við hurð. Thule og Icelandic Tattoo Expo best í heimi. Nýtt í bíó, Life of Crime. This is unbelievable. Yeah, I know. Nýjasta mynd frá höfundi Out of Sight, Get Shorty og Jackie Brown. Tomorrow morning, you're going to go to the bank and draw $1 million out of your account. Jennifer Aniston er á kostum í hörku spennumynd með kolsvörtum húmor. Should I get it? Do you want me to get it? Life of Crime, sýnd í Laugarásbíói og Borgarbíói Akureyri. Mango Mousse
silkimjúk mús með mangóbitum og kókosheslinetu kurli. Saffran. Do you remember the days? Smirnoff kynnir Gus á tónleikum í Listasafni Reykjavíkur þann 5. september. Do you remember the days? Miðasala á miði.is. Ekki missa af þættinum Göngum til góðs í opinni dagskrá á Stöð 2 í kvöld. Þar verður starf Rauðakrossins kynnt í blandi tónlist, stuttmyndir og aðra skemmtun. Gengið verður í hús allt land á morgun. Rauði krossin á Íslandi. Ef þú ert karfi, komdu til okkar. Tróðfull búð af nýjum og glæsilegum vörum. Karfi, fákafinni nýju. Ljósmyndanám. Náðu fram því besta með Reykjavík Fashion Academy. Skráning í gangi á rfa.is. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Game always starts the same. First we're both down a plate and somehow you go. Now it's me time, believe that. If it's yours and you want it, I want it. FM 95 Blö, Jón Gunnar Gerdal, fyrstur gestastjórnenda í fjárveru Steinda Junior. Hér með Auðunni Lilla Blöndal og einhverjum öðrum mann í hóðinu. Hjúkrunarfræðingum. Tiny Little G-Man. Tiny Little G-Man, hjúkrunarfræðingurinn. Tók diss og gels á þannig. Nei, fyrir ekki. Egil Einarsson, vinnu minn. Thank you. Takk. Sko, það nóg framöndan, við höfum eftir að fara í spurt og svara. First date, ég er pínu spenntur yfir því, ég viljum ekki að fara nánar út í það. Það er hér á eftir. Við höfum líka eftir að fara í flottulega keppnina og annað. Og spurt og svara og tala tónalega. Já, dirty tag. En það er hins og komið að dagskrálið sem hefur verið hvað lengst af öllum dagskrálið í FM 95 Blö og það eru sturlaðar staðreyndir. Þessi hefur lifað. Já, enda skemmtilegt. Hvað er FM 95 Blö búið mörg ár núna í útvarpinu? Við erum að vera 3 ára núna eftir 2 mánuði. Eftir akkurat 2 mánuði eru við 3 ára. Vá, þetta er 3 ára. Fljótt að liða maður. 3 ára. Við erum bara byrjað að hlaupa og skýta og tala og geta sand og allt sjálf. Það er löngu byrjað að skýta. Já, hvað, byrjaði að krakkið þinn að skýta 3 ára? Alltaf hann að skýta bara 2017. Það er alltaf komið að stjórnlega staðrendum og já, ég byrjaði hér fyrst. Er þið tilbúinni? Já. Klósettsetan heima hér er hreinni en lyklaborðið þitt. Stjórnlega staðrend. Ok, sleiktu klósettið og ég skal sleikja lyklaborðið mitt. Nei, ég myndi frekar að taka lyklaborðið allar dag. En það eru mun fleiri sýklar þar heldur en á klósett. Það er rúglega rétt. Ljómar, já, ok. Hitt ljómar verða, sant? Já, gera það. Svo er það hér, flest fólk brosir ekki fyrir en eftir klukkan kortir yfir 11 á morgnana. Og þetta er við stjórnlega staðrend og ég ætla að spyrja ykkur, eru þið byrjar að brosa mikið fyrir 11? Já. Já, ég vinn með hressum einkaþjálfurum. Já. Sem eru bara hlæjandi og öskrandi allan daginn. Ég samt, þú ert ekkert svo brosmildast á mótana. Nei, hvað er maður að gera? Þegar maður mætir í vinnuna og hittir Gauja og Elmar og þessar. Býtu, hvað ertu bara í standandi comedy að þú mætir alltaf í vinnuna? Byrja strax að hendi ykkur grín í mannum. Gauji í sportum þarf ekkert comedy, sko. Það er bara eins og ykkur hafa hendið 1000 kall í hann alla mótna, svo byrjar hann bara að hlæja. Já, hann hlæra öllu reyndar. Já, hann er overhörs, en ég veist maður vaknar ekkert skæl brosandi kannski, sko. Nei, reyndar. Svo er það hér næsta. Í Englandi mega óléttar konur pissa hvar og hvena sem er. Og það var kona sem að pissaði í lögregluhjálm en var ekki refsa fyrir það, nýja kærð. Pissa hún í lögregluhjálm? Já, þetta er einhver... Það er gott comedy, ég ánað með hann. Já, þetta er... Reif hún hjálm af lögreglumanni, meig í hann og sagði hvað ætlar að gera í þessu. Já, ég er ólétt. Ég hugsa ekki til þannig, en allavega fylgdi þetta staðrendinni. Þannig að óléttar konur mega pissa hvar sem er í Englandi. Þetta er stjórnum staðarinn. Þetta með ekki alveg á Íslandi líka? Ólíklegt. Ólétt að konum með bara piss alls þar. Já. Það er mjög ólíklegt. Já, ég veit. Ég meina hérna á Íslandi, þú ert ekkert lamin eða handtekinn eða míga. Jú, fólk hefur verið þessi sektan í bæði þegar að pissa á Hæstarétti. Já, en er það ekki bara að lögga sér eitthvað hörðu fíbl og sektari kannski, en þú mígur til þess í Bandaríkjunum. Það er bara vesen. Þú er bara handtekinn og fann í jailið. Já. En þú fæði sekti hér, sko. Það er líka eitthvað hrikal ósmekklegt við að vera míga úti, veist. Já, en þú ert bara að míga í þig. Hvað er það að gera? En ég að hoppa þá inn í garðið eitthvað. Það er eitt í útilega eitthvað annað, kannski ekki bara vippunum út á torginu, sko. Já. Góð punktur. Góð punktur, frábæð punktur. Svo er það hér næsta. Það suma kóngulær éta mömmu sína. Það er vist einhver svona tegund af kóngulum sem að éta mömmu sína. Það er ekki fallega gert. Nei, þegar maður held að þetta geti ekki verið ógeðslega. Ég er ekki að fan of spiders, sko. Nei. Ég hata þær með ástríð. Já, það gera samt ekkert, sko. Já, sko, kóngulega hérna á Íslandi, það sleppur. Já. Fyrir utan svona eitt og eitt kvikindi, sko. Ég meina, það býta þig, samt, sko. Það er bara ekki eitrar, það býta þig, samt. Þú getur vaknað með ljótt svona... Kóngulópið? Já.
Það alveg nokkra kóngular hjá mér í garðinum. Þú þannig að vera bara svo Attenborough hérna, þú veist allt. Já, ég er mikil dýravinnur. Já. Hann horfir mikið á... Sko, það er búið að ljúga Íslandingum að kóngular í Íslandi býta ekki. Það er mest að horseshit sem ég hef heyrt, það býta bara víst. Og þú færir svona ljótt, rautt sár sem klæjar ógjast líka. Þú klórar í marga daga, þetta er viðbjóður. Það er ekki eitraðar. Hjúkett, ég held að þetta var eitthvað allt annað á félag. Ég er bara verið bitinn. Þetta með svona ég fekk þetta kóngulóbit. Já, þetta er kóngulóbit. Ég hata kóngular. En að góða En eitt að góða við þetta Ísland er að við erum ekki með snáka, við erum ekki með eitraða kóngular. Við erum ekki með hákalla. Kakalaka ógeð eitthvað sko. Svo er hér næsta. Rick Astley hefur fengið $12 frá YouTube allt í allt. Samt í lagið hans Never Gonna Give You Up komið með yfir 100 million views. Er það ekki bara þessu gamalt? $12? Já, hann var að segja þetta vist í einhverju viðtali. Hann er búin að $12 frá YouTube. Er það ekki þessu gamalt? Er ekki eitthvað reglu með að X gamalt áttu komin eitthvað vesen? Akkur er það? Nei. Það er þannig að reglu þannig máttu remixa lög sem eru X gömul og þetta ekki byrjum leiði. Já, listamærin eigi réttin á því fram að X, þú veist. Svo tala sko Beatles og fleira og Presley og en samt, þú veist. Eru menn að fá mikið pening ef að lagið er mikið spila á YouTube? Ég er mikið velt sér fyrir mér. Það var sagt mig daginn ef að Muscleboy-vídeóin farið yfir 500.000 þá fyrir hann að vera tikkinn á hvert klikk. Já, það er fólk sem er bara á launum, er bara með svona YouTuber á sér og annað og fær bara fleiri miljón hits. Þú veist, það er einhver gæi í Svíþjóð, PewDiePie, eitthvað sem spilar tölvuleiki eitthvað. Hann er bara að móka inn peningum. Ok, greið Rick Astley, hann var ekki krónum þar. $12 fyrir Never Gonna Give You Up. Rick Astley, hann þarf bara að gera það sig. Það er reyndar komin tími á slagara í honum, það verður að viðkennast. Það er bara alls ekki. Svo er það hér næst, það var maður sem tók eftir að maturinn hans var alltaf að hverfa og hann settu vefmyndaðilegar heima á sér og uppgötaði að það var kona búin að búa í skápnum hjá honum í meirinn ár. Jesús Kristur. Hæ? Er það stjórnir starrend? Nú fæ ég meina fyrstu martröðu í nótt. Kona búin að búa í skápnum hjá honum. Heldur að sé einhver kona bara inn í skáp hjá Kassati G eða? Kemst þetta ekki í með pínlötu skápa þarna? Já, ég held þú væri búin að taka eftir því, sko, þú ert ekki í einhverju villu þarna. Við ekki hana. En sko, það er eitthvað að skilja við þetta. Þetta er creepy shit. Þetta er efni hryllingsmynd. Man fattaði bara að en hún var ekkert að gera neitt, hún er bara heiminn. Það er alveg sama, okkur bara saman pökkuð inn í einhvern skáp að læðast út á nóttina að tæma í skápin. Og bankaði sér bara, hörðu gamla, þetta gengur ekki, sko. Ég var ekki á staðnum þegar þetta uppgötaðist, en þetta er sturlu staðari, það er magna. Já, mér fannst þetta nefnilega magna. Svo er það hér, það er myndir sem að fengi flesta karlmenn til að gráta eru Lion King, The Green Mile, Gladiator og Braveheart, samkvæmt einhverju risa könnun. Gladiator og Braveheart, það er það. Er maður að skælja við þeim eða? Nei, ég vona ekki að, kannski þegar hann dó. Braveheart er mjög sorgleg. Já, ég held ég að tárast yfir Braveheart. Þegar konana sér drepinn, til dæmis. Já, líka þegar hann öskara frídóm hann í restina, þá fekk maður svona alveg, já. Og Arnold Schwarzenegger sagði viðtalið að hann hefur grátið inn í einni bíómynd og það var Lion King. Þannig að hún er henni. Ég skapast mér ekkert fyrir það, ég greiti við Lion King. Já, æðisleg. Þegar Simbi misti pappa sinn. Það var ekki vallur. Það var ógeðslegt. Samanlega. Svo það eru tvær réttir. Blettatígur er 3,4 sekúndur í 100 en 600 hestafla Viper er 3,6. Þannig að blettatígur stingur af 600 hestafla Viper. Shit, hann myndi rétt hafa mig. Hann myndi rétt hafa þig. Rétt hafa þig, einmitt. Ég er á 421 höð tjóngöðinu. Já, það er að tala bíliðin. Já. Hvað ætlaðu að tala mig? Það er að tala þetta Cherokee Brag sem þetta var. 420 höð. 421 höð. Ekki kalla þetta Cherokee Brag, þetta er SRT8. Ég held að mér er alveg sama þótt að sé bara... It's a high performance machine. Gaurinn sem að seldi hennar 400 hestafla rauða Cherokee jeppa, ég held að hann sé ennþá hlægjandi. Hann er ennþá hlægjandi, ég hitt hann fyrir utan. Hann var hlægjandi. Ok, hann eði 2200. En ég meina það er a small price to pay að vera 3,900. Já, elskar að stoppa á ljósum og lítilhægri, JGG þar, eitthvað. Og síðan bara... Á fortinu sínum. Og ég gef honum puttan og gera hann reiðan, pakka honum síðan saman. Þetta er bara þessi virði. Ég er mikið í spinn og RAV4. Bíl haldið fast. Þú ert líka mikið á hraðferð og svona. Mjög mikilvægt að vera á hraðskjörnum bíl, eða ekki Egill? Mjög mikilvægt. Svo er það síðasta sturlaða staðarinn dagsins. Elsta manneskja heims varð 122 ára gömul. Og hún, sem sagt, bara frá upphæði, elsta manneskja frá upphæði, varð 122 ára. Og hún vann mikið með ólífuolíu, drakk mikið af rauðvíni og át 1 kíló af súkkulaði á viku. Þetta er bara svo ég. Ég elskar rauðvín. Súkkulaði. Og súkkulaði. En 122, ertu með bara að nenna því? Nei, 40 pluss ár, ertu bara eldri en sólinn, sko? 45 er ekki að lægja með. 45, já, frábært. 65 er algjörð max. Nei, ég myndi segja svona 90. Þá er þetta bara komið gott. 87, 90. 80, hvað er þú að gera 90 ára gammal?
En spáði sann sko að fara frá 8 rætt yfir í 122. Það er bara 40 pluss ári ekki neitt sko. Það er rosalegt. Þú veist. Kannski var hún hress, það veit það ekki. Já, ég veit ekki hvað svo hress hún var 120. Þú veist hvað er 120? Jæja, 2 ár eftir. Verður þetta ekki að ljúka það? Ég held að flesti vinurinn hafa verið búin að kveðja fyrir löngu sko. Já, fyrir löngu. Það er Og fjölskyldan. ekki bara allir döð, öll fjölskyldin döð sko. Já, reyndaður að segja, ég myndi ekki nennan því maður. Vá. Einn að leggja kapal, nei takk. Nei. Startu traustum fótum með Timberland. Timberland Laugavegi, Timberland Kringlunni. Í dag föstudag er bátur dagsins túnfiskbátur. Subway. Ferskleiki er okkar bragð. Í Paradís upplifir þú alvöru ítalskan gelato. Búinn til frá grunni. Paradís. Njálsgötu 23. Mountain Dew kynir Sin City, A Dame to Kill For, grjóthörð hasarmynd úr smiðju Frank Miller og Robert Rodriguez, Mickey Rourke, Josh Brolin, Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Jessica Alba og Eva Green. Sin City, A Dame to Kill For. Need your help going up against a lot of guns. Komin í bíó. Count me in. Að bíða eftir því að ná holu í höggi krefst þolinmæði. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skila sér til þín. Gull, okkar bjór, léttöl. Skólinn er að byrja og fartölvunar færðu í Elko. 2 heppnir fá fartölvuna endurgreidda. Elko, einfallega lægra verð. Veislan er hafin. Allir leikir í enska í beinni á risaskján. English Pub Reykjavík, English Pub Hafnarfirði. Fullbúð af nýjum vörum. Curvy, fákafinni 9. Fyrir Curvy skvísur. Við göngum til góðs á morgun. Findu þína söfnunarstöð og nánari upplýsingar á rauðikrossin.is. Rauði krossin á Íslandi. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Þið að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Það eru 2 harðir sem að sitja í stúdíónu núna. Jón Gunnar Geirdal hefur hoppað eitthvað fram. Ætlaði ekki að plaka eitthvað partíð eitthvað. Jú, eða búið til samlóku eitthvað. Já, það er nóg að gera hjá hann. Hann skulle hafa tíma fyrir okkur innan föstudegi, er bara ótrúlegt. Það er ótrúlegt. Er ekki helgarna svolítið hans tími? Jú, menn það er partíin helgar yfirleitt. Já. Hann hefur samt hendi partí á 3. og miðvikudegi og 5. Ég menn ef einhver getur hendi partí á mánudegi þá er það jú ekki. Það er jú ekki, það er nákvæmlega þannig. En það er endar ágætt að hann hafi hoppað fram því að það er komið að dagskrárlið sem að ég er búin að kvíða í dag, ég viðurkenni og er búin að kvíða bara alla vikuna. Það er dagskrárliðurinn Mínúta í helvíti sem að byrjaði hér í síðustu viku, nýr dagskrárliður og hann gengur út á það að við tölum dónalega við hvern annan. Í síðustu viku voru það við Steindi Junior, það var virkilega óþægilegt. En núna er það, ég er ekkert viss sem ég geti gert þetta með þér. Þetta er svo lítið mál, ég skil ekki hvað það er. Veist, þetta er svo auðvelt, bara 2 félagar að tala dónalega, wow. Já, finnst þið það bara eðlilegt? Ég sé bara ekki. Ertu í því við félagina? Nei. En þegar þú hendir þessu í mig, ég segi bara, hörðu, við erum að fara í dagskáliðina og töl dónalega og hvernig, já, ekkert mál, bara. Já, þetta er voðalega einfalt. Ég sá ekkert einhvern veginn, hvað var í vesinni? Nei, það var eins og með Steinda, mér fannst svona pínuð þægilegt að honum leið illa líka og hann er svona, veist, pattaralegur og krútlegur eitthvað og það var þetta að vinna með það. Hvað var ég að fara að segja við þig? Sko, það sem ég ætla að ímynda mér, þú kannski kemur sjálfur einhvern veginn í rétta gýrin fyrir þetta. En sko, ég er að ímynda mér, við félagarnir fórum á góða æfingu, bara 2, og síðan fórum heim til þín, þú opnaðir rauða, við erum búin að sippa svolítið rauðu félagarnir, komni kannski á 7. flösku félagarnir. 7. flösku? Já. Þetta er bara röflandi eða? Nei, og þú veist, það setju hann í hvíta sófáninu mann heima og ég tegi mig svona yfir í eira á þau. Ekki, herði, nú bara, ég fekk góða þetta. Þessi ég er að sjá þetta fyrir mig, ég er svona eiginlega kvíst í eira á þau. Þú ert bara sveittur á efrivörunni, Egill. Ég er svolítið spenntur í vikina. En þetta er sko, ég er basically kvísla í eira á þau. Fyrir hlustendur, ímyndið ykkur, ég og Blöð, heima hjá Blöð. Ekki verið ímyndið ykkur neitt? Ég er að kvísla í eira á Blöð. Ætlar að kvísla dónalega? Já, vilja. Tala maður, er það þannig sem að þú vinnur með þetta, þú ert í þessu? Ég veist, það er eitthvað meira sexy að kvísla en að tala með skrækata röddu, þú veist. Hátt, pitchy. En að tala bara venjulega. Venjulega sleppur, en ég ætla bara að vera með ég ætla líka að vinna meira með ennsku en íslensku. Mér finnst ekki alveg sexy að tala
dónalega á íslensku. Þú ert búin að spá, ertu með stikkorðan eitthvað? Þú ert búin að spá eitthvað í þessu? Já, ég vissulega búin að spá í þessu. Ég veit náttúrulega alveg hvað kemur þarna eftir, sko. Það er, ég er búin að setja íbúðanum mín á það. En, já, ok. Þetta er mínúta. Já. Og ég ætla að vera með tíma líka hérna, svo ég veit ekki hvernig tíma liður. Þannig að þetta byrja basically bara þegar, vilt þú byrja ég eða? Ég get alveg kickstarta þessu, það er ekkert vandamál. Já, það er ekki bara fint. Ok, sit í sófanum með hendin á lærun og blöð, tegi mig á honum. Akkur þetta á lærun á mér? Hendin á lærun. Myndur þú byrja þar eða? Ég myndi bara með þess að mitt lærið, sem myndi svona eitthvað... Shit maður, vá, ok. Þetta er eitthvað versta hugmynd, bara dagskarlega eða. En núna er ég að svona færa mig hægt og róla eiran á þér og ég svona ætla ég að tekla þetta. Þannig að byrja tíminn bara því að byrja það. Já, bara byrja þú þetta. Ég er ekkert vissum að ég eftir að geta talað dónalega. Okay. Hey there, hot shit. Hey there. You have a tight, lean, athletic body. Thank you. Já, ég tala elsku líka. Þú ræður bara, sko. Really like how firm you are. Takk fyrir það. Now pull down your pants, you bald piece of shit. Ég vissi að þetta kemur, bald piece of shit. Wow. Really like your hairy, lean thighs. Take your socks off. Kott og takt 80 kíló í back hérna. Where are your manners, you bald sack of shit? Take your socks off. What do you want me to do? Kæfðu mig með það. Ég get þetta ekki. You like that, you bald motherfucker? Touch my muscles, you bald piece of shit. Þú svo sem... Vákot, ég veist að þetta er ekki hægt. Ég get þetta ekki hægt. Þetta var svona þægilegar en að steinda. Þetta er ekki hægt með þér. Það er bara, þú gerir þetta bara eitthvað en... Touch my big deltoids. Touch my big deltoids, you bald piece of shit. Mínútan er búinn, sko. Það er löngu komið hérna. Call me muscle man, you bald sack of Hættu þessu. Það er löngu komið mínúta. Þetta var hérna... I want your tongue on my hamstring. Tongue on my hamstring, you bald motherfucker. Þú ert svo dónalegum hérna, þetta var mínúta í helviti. I want your lips on my biceps brachi. Veist það bald top of shit. Þú ert veikus, langrís. Bald motherfucker. Hættu þessu. Þetta var Talk Dirty og gekk bara út á það að ég var sköldáttur og Egill er bandarískur. Þetta var ógeðslegt, en nú er þetta búið. Á FM 957, við erum opnið 3 aftur í stúdíónu. Þú varst að heppin að missa þessu, Jón Gunnar. Já, þetta, hversu oft gat það sagt að vera sköldlóttur? Þetta var bara eina sem maður að vinna með. Ég vissi það líka, ég var búinn að segja bæði í vikun og í síðasta þætti. Ég setti aðleguna að myndi segja bald piece of shit. Já, þetta var óvinni dónalegt dirty talk líka. Svolítið reiður eitt. En dirty talk er ekki að tala dónalega. Já, það er alveg rétt. Já, þetta er rétt. Þetta var svona meira svífinningar þegar sköldlóttur, sko. Já. Það var ekkert að kveikja mig, sko. Þú varst ekki turning me on, þú varst ekki að lítuða mig bara. Þetta ekki að hjólið í kvöldfélagina? Áhugin 0. En það er eins og að komið að dagskrárlið sem hefur ekki verið núna í langan tíma. Þetta er dagskrárlið sem ég var ekkert svo allt og hrifin á sínum tíma. En spenntur fyrir honum í dag. Já. Því að þetta er dagskrárliðin First Date og Akkur er spenntur. Akkur er ég spenntur? Já. Ég og Egill hittust aðeins í vikunni þegar við vissum að þú er að fara að koma. Já, mitt. Og Egill, við kíktum á skrifstofuna þína og skráðum. Nei. John Gunnar er officially a member af firstdate.com. Þú er mikið meistari. Til lukku, gemli. Ég er komin inn á firstdate.com. Já, þetta er viðbjöð. Og það er veistla. Ég er búin að hlusta á ykkur vitlýsingarna, þig að tala blöðan inn í 2 ár. Ég veit það, en núna, og ég var þessi Steinda inn. Steinda? Ég var sett hann daginn inn, gekk ekki til hann, sko. En þetta vinna með svo margt með þig, sko. Þú ert a real man, sko. Þannig að ángað með að prófa það, sko. Settum rándýra prófælmynda? Nei, má sjá. Það sé hérna, sér Nei. Með dökka hárið greitt aftur. Ég er með háraðna. Svo fær ég að tala við þín dag og byrja, hvað skeiði? Já, þú ert með háraðna, vissulega. Ef þú fer að tala ekkert í dag,
Ég er ekki að fara í þetta sko, þetta er hypothetical rolling. Hitt hann ekki the jackpot? Við þurfum að gefa það loginafni, þú getur farið að leika það með þetta. Já, takk, ég er mikið að vinna með datesíður á netinu, takk. En sko... Ég get alltaf sagt það, það er einn frá Svíþjóð sem var mjög æstið. Já, þú varst það var vitlust að gera í á þiblu. Nei. En við tókum nokkuð spjöll og hérna aðalega ein stúlka. Hérna... Hvað var hún? Þetta er Elisabeth. Hún var eiginlega svo eina sem svaraði okkur eitthvað. Já, frá Sveden. Já, ég er sterkur í Svíþjóð. Já, Svíinn kann að meta John Gunner. Já. Og hérna, þú heitir inni John Gunner. John og síðan G-U-N-N-E-R. Gunner. Já, sjálfsögnd er það. John Gunner. Mjög gott nafn. Mjög gott nafn. Það gæti verið nafni okkur bara okkur John McClane. John Gunner. John Gunner. Já, enda báði sköllóttir. Call John Gunner right now. Þetta er svona eitthvað sem að segja okkur lögga eða eitthvað. Hvað hétt áttur þinn hérna, hvað hétt áttur löggan þín? John Trampoline. John Trampoline. Já, John er mjög vinstall fyrir þessu. Já, Detective John Gunner. John Trampoline er endur einn mesta lögga allra tíma. Hvað segir Elisabeth frá Svíþjóð? Þú sagðir John Gunner hendi hey there, sagði þú. Aftur er ég með dört í röddina þín. Mjög sterk byrjun það henda bara í hey there. Og hún svarar bara hello. Þú segir, John Gunner segir bara how are you doing? Og hún segir good, sem þýðir you. Já, hvernig hefur þú það? Já, og þú segir hvar væri ég á nikkar? Og þá segir John Gunner I'm good, just in my own sandwich place which I own. Sagði þú. Þú varst bara þínu megin samlokustaf þegar þú varst að tala við það. Þvílík opnum. Já, þú ert strax búin að plugga því að þú eigir samlokustaf sem er vel gert hjá þar hann, ég viðurkenna það. Og hún segir, ok, nice. Auðvitað, stelpufíla samlokur. Já. Og líka stelpufíla líka, sko, viðskiptamenn, businessmen, successful businessmen. Já, John Gunner á samlokustaf, þá hún bara finnur líkt af cash þar. Og Jón segir næst, yeah, I own a sandwich place. So the next time you're in Iceland, check out Lemon. The juice is on me. Vöðminn, góð. Og hún segir haha, ok. Og þá sko hún er byrjað að hlæja. Ok, hún er hefur gaman að þessu. Og þú segir næst. Hún finnur líkt af cash eins og þú orðaði það. Þá segir þú næst, I'm planning my birthday now. Og þá segir hún, you got a birthday coming up? Yeah, my age says 40 but my heart is still 20. Wow, vel gert. Þetta er rosalega lína. Ég er færtus með tvítugt hjarta. Já, hún er 23 þessi sko. Þetta er skelvilegt. Og þá segir... Hvað er komin sér? 23. Nó, ok. Sko, já, og þú segir síðan I even have my own hashtag for the party. JGG40, you can look it up. Þú ert með þetta í hashtag fyrir afmælið. Já, það hljómar ekki alveg eins vel þarna sko. Og þarna heldur firstdate.com. Þarna heldur hún greinilega og setti eitthvað að klika. Hún segir bara ok, ekkert eitthvað bróskallaði, bara ok. Já, strax búin að eilín þetta lýsu frá Svíþjóð. En þú ert ekki hættur. Nei. Þú sagðir I'm thinking about finishing my other sleeve next week. Ó, guð. Sér segir haha, I forgot to tell you, I have a tattoo sleeve on my right arm. Left. On my left arm. Og hún svaraði ekki, en það kom sín. En ég vissi hún að ég lesi þetta. Henni fannst þetta bara ævintýralega kjánulegt. Og síðan segir þú, take a look at my profile pic. Já, mynd síðan 97 á gamla. Og þá segir þú, I got tired of that thick, beautiful, dark hair, so I shaved it off. Og síðan kom sín. Og þetta er að gera með bulli pyrra. Það kom aftur sín, og hún svaraði ekki. Og þá hendur þú aftur í Have you seen the movie Wolf of Wall Street? Funny fact, Jordan Belfort is an actual friend of mine. Funny fact. I can call him right now if I want to. Og hún svaraði ekki. Þetta er einhvern veginn svona... Já, þú drafst þetta. En kannski er hún, mín kenning, hún er kannski bara í vinnunni eða eitthvað. Nei. Eða hún er hrætt við. Já, að því hann bara heldur ekki eitthvað að mér. Nei, það er ekkert að þér, John. Jó, ég talaði að ég væri inn á mínum eigin samlokustað. Sem er engin lígi, þú átti með samlokustað. Þú lögst engu að henni. Þú ert með tattoo. Væri flúraður. Þekki búðinn. Og væri með hashtagið JGG40 en með tvítugt hjarta. Bentu mér á eina lígi að þessu. Já, þetta er bara það, þetta er skelvilegt. Þannig að það búið eyðileggja fyrir mér í Svíþjóð núna. Mín kenning er að þú mögur vera mjög successful hann inni, John Gunner. Já, þú trúa því. En svo er líka kannski pæling, kannski elskar hann þig, en hann veit ekki okkur.
Hvernig sem í þér syngur, hvað sem tautar og raular, þá fyrir mestu að velja sér skemmtilegt aksturslag. Háþróað margmennunarkerfi, nýr 7-tommu skjár og bakkmyndavél ásamt öflugum öryggisbúnaði nýjum og breyttum Yaris eru umgjörðin fyrir þitt uppáhalds aksturslag. Nýr Yaris, veldu þér skemmtilegt aksturslag. Toyota. Ekki missa af þættinum Göngum til góðs í opinni dagskrá á Stöð 2 í kvöld. Þar verður starf Rauða-krossins kynnt í blandi tónlist, stuttmyndir og aðra skemmtun. Gengið verður í hús allt land á morgun. Rauði krossin á Íslandi. Thule og Sailor Jerry kynna. Icelandic Tattoo Expo verður haldið í Súlnasal Hótel Sögu dagana 5. til 7. september. Yfir 50 tattoo-listamenn verða á svæðinu ásamt Sailor Jerry pin-up keppni og sýningu með henni yndisfögru Lucky Hell. Miðasalan fer fram við hurð. Thule og Icelandic Tattoo Expo, best í heimi. Nýtt í bíó, Life of Crime. This is unbelievable. Yeah, I know. Nýjasta mynd frá höfundi Out of Sight, Get Shorty og Jackie Brown. Tomorrow morning, you're going to go to the bank and draw $1 million out of your account. Jennifer Aniston á kostum í hörku spennumynd með kolsvörtum húmor. Should I get it? Do you want me to get it? Life of Crime, sýnd í Laugarásbíói og Borgarbíói Akureyri. Að bíða eftir því að ná holu í höggi krefst þolinmæði. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skila sér til þín. Gull, okkar bjór, léttöl. Hvert þitt uppáhalds salat? Þú velur hráefnið og við búum til salatið. Opið til 9 í kvöld. Lokal Borgartúni 25. Nú geturðu andað léttar, því á orkustöðunum við Miklubraut komin metandæla. Orkan. Föstudaginn 5. september verður skemmtiþáttur hér á Stöð 2 í tilefni af landsöfnun Rauða-krossins Göngum til góðs. Í ár verður í fyrsta skipti gengið til að safna fyrir innlendum verkefnum Rauða-krossins en þau eru viða meiri en margan grunna. Gott málefni og frábær skemmtiatriði. Já, brúarhósirna, Reykjavík. Við erum að leggja í hann og bara. Já, ógefinnur. Já, elska það líka. Já, tónlist, grín, leikið, nýtt íslenskt efni og margt fleira. Ekki missa þættinum. Í opinni dagskrá hér á Stöð 2. Göngum til góðs í kvöld klukkan 19:20. Stöð 2, margfalt skemmtilegri. FM 95 blöð á FM 957. Hárrétt FM 95 blöð hér á FM 957 og það komið að dagskráralið sem hefur ekki verið lengi í þessum þætti. Hann var síðast að við vorum á hverjum degi og var alltaf á mánudum, eða byrjaði alltaf á 50 Við Hjörvar vorum alltaf að keppi í þessu. Og svo færðum við yfir á mánudag þegar Jóngunum var komin á mánudag og þetta er flottulega keppnin. Þetta er skemmtilegt. Pælið í því, strákar. Einu sinni gat fólk að núti hlustaði fyrir 95 blöð alla virka daga. Já, pælið í luxus. Og fólk hafði það gott. Það var þannig í 2 ár maður. En það er hins vegar komið að flottulega keppninu og við höfum aldrei keppt inn í 3 áður. Nei. Þannig að við ætlum að hafa 4 atkvæði, það þarf 4 atkvæði til að vinna. Og reglurnar eru ekki flóknar, við fáum allir að spila 90 sekúndur úr einhverju lagi sem að kemur okkur í gírinn. Af því að föstudagur og fyrsti föstudagurinn í mánuðinum. Fólk þarf bara að hella í sig. Já, þetta á bara að vera svona, við ætlum að reyna að koma fólkinu í gírinn. Það er þema þetta. Maður heyrir þetta, vill fá sér ískald. Bara þú heyrir þetta, bara fara að skemmta sér. Getur ekki annað en bara náður í kaldan. Já, þú þarft ekki endilega kaldan, það eru nokkri sem að skemmta sér aðeins að fá sér kaldan. Já, bara ekki við. Hamingju með lífið. Já, það er bara nákvæmlega til hamingju með lífið. Það er svona 10 sem þægilega þitt held ég. En, jafnvel 20. Og, já, svo ringir fólkinn í 511-0957 og fyrstur upp í 4 atkvæði vinnur keppnina. Og, já, hver ætla að vera fyrstur? John er gestur. Já, það ekki. Þannig að hann kickstartar. Ég var að að starta þegar hann er gestur. Gestastjórnandinn færa. Segðu okkar aðeins frá þínu lagi. Já, þetta er... Segja hann eitt frá, bara getið bara að playa. Nei, segja hann frá. Þetta lag kemur í gírinn. Ok. Þetta er bara partysmellur. Þú ert einn heima og lítið að gera, setur þetta á, opnaður einn skítkaldan. Já, hendi mér í túborg. Þið langar að kíkja út? Langar að kíkja út, já. Þetta kemur í gott skap. Akkurát, þú fær 90 sekundur og þá bara byrja frá fyrstu sekundu, ekki? Ég var ekki að fara inn í lagið eða neitt. Ekki neitt, bara frá fyrstu. Viltu segja hlustundu hvað lagið þetta er? Nei, það er bara, hendi í gang bara. Það er bara þannig, rándýrt, fíla það.
bara eitthvað bíómyndin undan. Já, farði eitthvað enn í þetta maður. Því ég spurði. Lil Jerry, Dr. Dre og Snoop Dogg, þetta er geggjalag. 90 sekúndur búnar og Gott lag við ekki hérna. lagið hans Jón Gunnars hér í þessari keppni og þetta er lagið sem kemur honum í gírinn. Já, gerð það. Still Dr. Var í Training Day, Denzel, minn maður, Washington. Ég verð að gefa þetta er flott lag hér. Já, þú ert góður kandidat hér í dag. Ég er að fara að taka þetta. Þá er það Egill og ég er bara pínu forvitinn að vita hvaða lag kemur þér í gírinn. Eða stressaður. Ég ákvað að taka engan séns þessari keppni. Engin séns að taka Ég ætla að stefna þægilega sigur. Okay. Þannig ég ákvað að henda út trompin sem er kannski ekki sniðugt ef við förum þess að keppni aftur einhvern tíma setna. Búið með trompið. En mér langar í sigur því að sömur að vera búið og eitthvað. Þú veist þannig að hvað ég að skrifa? Ég ætla í örugt lag. Þetta er eftir meistara sem heitir Aliaskar Movasat. Aliaskar Movasat heitir hann. Okay. En þú kannski þekki hérna betur undir listamannarnafninu DJ Alligator. Hendi þægilegan sigur. Er þér alvara? Er það DJ Alligator sem getur í gírinn? Og þú mátt skrifa DJ Alligator hérna á YouTube, gerðu bil og skrifaði síðan Suck on my lollipop. Þetta kemur þér í gírinn. Þú hefur verið með þetta lag í stuðla. Hann er alveg með 2000 views á þessu. Já, kann bara taka engan séns. Hann er með 2000 Ég tek engan séns. Ég ætla að ná mér í þægilega sig. Og þetta er lagið sem kemur þér í gírinn. Egill, hann er með 2000 views. Já, bara solid 2000 views. Já, það er bara eins og auglýsing fyrir Stöð 2. Það er ok. Og þetta er lagið þitt, Suck My Lollipop. 90 sekka þessu. Ok, þetta er lagið hans Egils hér í flottulagkeppninni og þetta kemur honum í gírinn, hvort þið trúið því ekki. Stillin á FM 957, það byrst ég innilega afsökunar á þessu. Við erum hér í flottulagkeppninni og... Hvað hvernig beður fólk afsökunar á þessu? Ég lofa þér að það er fólk að taka hamburgersubeður úti á leiðinni ríkið. Það er hakka hann í playlistan hjá Toys R Us, hvað er þetta? Það er sko fólk að taka hamburgersubeður bara til þess að reyna að klára þetta. Það fólk er að keyra á ykkur. Ef þetta er ekki örugasti 4-0 sigur í sögu flottulakeppninnar. Það getur bara ekki verið. Ég hef spurt oft ári í stuðlunum og svona, hvaða djöflaskýra er þetta? Heyrðu þetta? Þetta er mjög vistur plötusnúður. Egil er með versta tónlistasmæk sem ég veit Hjörvar var kannski með aðeins verri. Hvernig geta ekki fíla Suck on my lollipop? Nei, í alvörundir ykkur. Og líka bara hvað lagi heitir. Og hvað ætlar að hendi eitt jökul kalda hörðu, wow, ég er að fara að kíkja út. Já, ef ég væri heima þér, það hefur nú gerst, það nú kannski ekki gerst í smá tíma, en segjum fyrir svona 2-3 árum síðan, þá hittust nú stundum heima á mér eða þér og ætluðum ekki að gera neitt, en duttum svo einhvern gýr. Ég var farin heim, hefur sett þetta alveg á. Já, bara um leið, sko. Ég hefði aldrei eitthvað, jú, skoðum þetta. Já, hörðu, hendiðu Alligator, kíkjum út strákunir. Þá komum við að þeflu. Já, maður komum að síðasta læginu. Ég reyndar að hafa synda fyrir að lækka í læginu þínu, Jón Gunnar. Ég er mjög ánægður með það. Ég ætla ekki að vinna með neitt gamalt. Þetta er bara lægi sem kemur mér í gírinn í dag. Ég minnst á það sem þætti áður. Já. Og já, ef ég ætti að koma mér í stuð í kvöld, þá myndi ég henda þessu. Já, ég er ánægð með, þú veit náttúrulega, hann er strategist. Ég er að þetta í gírinn, bara hlusta á það. Ég er sko keppnismæðurinn hann, þetta er strategist sko, nú er hann að spila með, þetta er sko ladies man sko, hann er að spila á stelpunnar. Nei, ég fíla þetta lag tætt. Já, ég hlusta á það, ég er að leggja mig sko. Þetta 1, 2, 3 drink, það er skemmtilegt sko. Ég er að testa á alla þess að glerhörðu DJ Alligator aðdáðandar á núti. Ég held að það sé flutt. Það er enginn, það er einn, hann situr hérna, hann er las. Ég held að það er flutt í fyrra. Já. Aðdáðandun. En þetta er ykkar höndum, kæru hlustendur, það er 511-0957 og já, þið... Fyrstur upp í 4. Já, sko, fyrstur upp í, já, 4 atkvæði. Ég stefna á 4 nú. Alligator, Dr. Dre og Sia. Herru, hvað er síminn hérna? Ef það er eitthvað tæknimandamál núna, þá fæ ég stýrakast. Hvað er maður, þú er unnið hérna Jón Gunnar, hvað er síminn? Hvað er síminn? Ég vann hérna fyrir 20 ára síðan. Hvað er að þér? En sko það á að koma núna... Á ég fara upp í Álfabakka og kveikja á stúdíónu? Nei. Mást í Álfabakka og var FNÍ og Álfabakka saman? Já. Já, sko, herruðu, ég finn ekki síma drasli. Sko, græjað símanunarblöð, græjað andlitaður. Hvað er að gerast? Þetta er keppni, ég múið að hlaka til það. Hvað er Skinny Pete? Er einhver búin að henda svo út eða? Nei, henda út símanum? Nei, hvað er hann þá? Hérna er hann, fundin, hjúkett. Þetta er heiðar að tekja með sér það? 511-0957 og við opnum hérna fyrir línuna. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir meistari? Herru, ég er léttum aðra þú. Aldrei verið betri? Aldrei verið betri. Ekki góður á föstudegi? Herru, einstaklega. Var eitthvað lag þarna sem kom þér meira í gírinn en annað? Já, það
Það Gil sem áður, sko. Það DJ Alligator alveg alla leið, sko. Suck my lollipop. Það svona brandaratkvæði, sko. Þetta alveg bara grjóthart, ekki búið fyrir það. Ekki láta þessa haters koma úr Ekki segja með það að þú var einhvern veginn skelltur á djammi og byrjaði að hlusta á Suck my lollipop. Jú, hann bara að gera það í kvöld. Já, og þetta öll uppbytun. Nei, farið ekki að grenja, 1-0. Jæja, Egill komið afgæði, takk fyrir að ringja. Já, mistamálið. Ok, þá tekum við hérna næsta FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvernig hefur þú það? Bara fínt, sko. Ekki, ertu komin í gírinn? Já. Já, föstudagsgír? Já. Hvaða lag kom þér í gírinn? Herru, ég verði alveg að segja Egill Eidar, sko. Nei, það er djók. Ég er að fara í 4-0. Þú ert meistari. Með Suck my lollipop. Já, þetta var alveg, þú veist, ég var 16-17 ára gammal við þetta, það var málið. Já, ég sammála þetta. Var þetta einhvern veginn vinsælt, eða? Ég vissi það vinsælt, þetta var fílíkur snögg. 2000 hits á YouTube, sko. Ekki tala illa DJ Alligator. Takk fyrir að ringja. Takk, meistari. Ok, bye. Tveir meistarar búin að ná inn. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þú, meistari? Ég bara þokkulegur. Eða ekki, hvað er það brasa? Ég er bara heima, hann fórum bjór og henda mér í háskólapartíaður. Það er vel gert. Það er allir að hella í sig. Það er föstudagur í fólki og var eitthvað lag þarna sem kom fyrir meira gíri en annað? Hann var bara lag nr. 1, það Still Dre og... John Gunner. Still Dre. DJ Alligator að drepa sér. Herðu, takk fyrir ringjaðinur. Takk fyrir. Takk fyrir. Ég get ekki kvartað yfir Dr. Dre, sko. Það setti sokkur í... FM. Ég trúi þessi. FM, góðan dag. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þú gott? Ég segi bara fínt. Ekki, hvað er verið að brasa? Ég er bara hérna á leiðinni heim. Leiðinni heim. Og var eitthvað lag sem kom þér í meiri gír en annað? Já, það var Gils á með þetta. Þetta er svona eitthvað brandaratkvæði. Ég trúi ekki að fólk fýlir þetta. Takk fyrir að ringja. 3-1-0. Ok, bye. Herri, Chantilly ekki að fá neitt. Akkur þetta er Tatman að fá atkvæði. FM. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hvað segir þú, höfðingi? Bara fínt. Nei ekki, hvað er verið að brasa? Ég ætla að tryggja hann Gils eða atkvæði, þannig að það er 4-0. Kærlega fyrir 4-1. 4-1 og það er John Gunner fekk atkvæði frá okkur Secka Poop. Þetta er DJ Alligator Bobo eitthvað. DJ Alligator pakkaði okkur félagunum saman. Þetta var bara besta lag í heiminum. Þetta er æðislegt, það eru Takk fyrir að ringja. Bye. Ég verði að viðurkenna vombriði. Hver er það fengið þitt atkvæði? Ég setti stefnun á 4-0. Halló. Hver er það fengið þitt atkvæði? Það er Gils. Ná, 5-1, takk. Það eru böggs að hringin og brandarakattar. Er þetta mesta rúst í sögu flottulegakattar? 5-1-0. Þetta var viðbjóður að þetta lag skulle Þú fest ekki, þú komst ekki að blað. Skammast mín fyrir það, sko. Þú fest ekki punkt. Nei, þetta er ekki lægi, sko. DJ Alligator 957 og Sambíóin Kynna í samstarfi við Mountain Dew. Eina stærstu mynd ásins sem allir hafa verið að bíða eftir. Sin City að Dame to Kill For. Segja má að Sin City að Dame to Kill For sé í raun bæði framhald og forsaga myndarinnar Sin City sem frumsýnd var árið 2005. Grjótör mynd með þeim Nicky Rourke, Jessica Alba og Josh Brolin í aðalhlutverkum. Í leikstjórn Frank Miller og Robert Rodriguez. Mögnuð spennumynd sem er stránglega bönnuð innan 16 ára. Fylgstu með á FM 957 í vikunni og þú getur næltir í miða. Never let the monster out. FM 957, Sambíóin og Sin City, grjótörð þrenna. Að bíða eftir því að ná hól í höggi krefst þolinmæði. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skila sér til þín. Gull, okkar bjór, léttöl. Dansstudio World Class. Komdu í alvöru dansnám. Commercial og klassískir dansar. Haustön hefst 8. september. Upplýsingar á dansstudioworldclass.is. Langar þig í ekta ítalskan gelato? Paradís býður upp á alvöru ítalska stemningu. Paradís, Njálsgötu 23. Stelpur, Levi's er með buxurnar fyrir ykkur. Skinny fit galabuxurnar eru flottari. Frábært snið, frábæri litir, komið í Levi's. Við erum með þetta. Indverska prinsessan okkar, Leonsi, mun halda stórtónleika á Hendrix laugardagskvöld. Leonsi frumflytur nýja lagið sitt og sýnir myndbandi við lagið á risaskjáum Hendrix. DJ Baldur verður Leonsi til halds og trausts og klárar kvöldið með eggjandi danstónlist. Til að fullkomna kvöldið verða Matusalem Pina Colada koktelar á þenn 750 krónur allt kvöldið. Forsala á miði.is. Epli.is
reykjavík.is. Náðu frá því besta með Reykjavík Fashion Academy. Skráningar í gangi. Nánari upplýsingar námsframboð á rfa.is. Nú getur þú andað léttar, því á orkustöðunum við Miklubraut komin metandæla. Orkan. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Lagið Stolen Dance, virkilega flott lag. Talandi flott lög, þá fór flottulagakeppnin ekki vel aðan, allavega ekki fyrir Chandelier með Síu. Hins vegar fór hún vel fyrir DJ Alligator með Suck on My Lollipop. Þetta var eitthvað svona brandarækvæði. Málega bara hlustendur, þeir eru ekki með allt niður sig. Hlustendur einn með allt niður sig, allir aðeir allt á hrein. Já, Still Deary fikk eitt aðkvæði. Sia og Chandelier sem var búið að spila í Strimla hérna á FM. Hvað sem fyndið að Blöðpúp fekk ekki eitt aðkvæði? Það reynda gott. Ég bara trúi því. Hann ætlaði að henda líki Sure Win. Málega voru átt að einu. Ég held þetta að vera Sure Win. Mitt fólk, techno, stemning. Chandelier algjört stemningslag, 1, 2, 3 drink og eitthvað. Verðin á B5 austu þegar Chandelier kemur og bara, eða einhverstað þegar kemur á sko. Það bara sér. En það hins vegar komið að dagskrálið sem að Egill Einarsson heldur og heitir Spurt og svarað. Hefur verið fáránlegt síðustu 2 vikur og ég ætla að vona á sér svona aðeins búin að þetta einhvern veginn í lagið? Updata your material í þessu öllu saman. Já, en ég vill ekki bara byrja á því að push the button. Hvenær hættu við þetta á? Aldrei, út af því að þetta trailer fyrir. Do you have a problem? Do you have a question? Ég með spurningu inspiration, Gilsi. Come to me with your problem. I will solve it. Ég feitur og reiki, hvað er ég að gera? Send the question to the muscle man. Ég 30 og sköllóttur, muni dögun að líta við mér. Ask the man who is fearless. Send me the questions. Spurt og svar. Inspiration Gilsi. Ég veit ekki hvað hann búin að segja Man of Inspiration oft. Það er gaman að segja frá því að það var einmitt DJ Alligator sem að mixa þennan trailer fyrir Egil. Ég 30 og sköllóttur. Það skal ég gera, ég ætla að senda á eftir DJ Alligator mail, blessaður höfðingi, ertu ennþá að gigga, ertu laus? Ertu laus? Hann er ekki fengið mail síðan 2007 held ég. Það er áramóti heiti á mig núna. Það er að gigga með DJ Alligator. Áramóti heiti? Hitt átrúna og góði þitt, hvað heitir hann, Basshunter, hann var nú bara að spila hjá Vestló í gær, þannig að ætti nú ekki að vera erfitt að fá þessa menn til að spila með þér. Nei, ekkert mál, DJ Alligator bara næsta Vestlóballi. Vestló kúkar keð, sko. Hann er bara þannig. Sko, DJ Alligator myndi ekki fylla, sko, staðaskala. Ekki vera hater. Spurt og svarað. Já. Það er komið að tvær spurningar. Það er svona önnur að lengri, hinn að styttri, ég ætla bara að byrja þetta. Sæll Guð. Sæll Guð. Já, hann byrjar þannig. Kallar hann þig Guð? Bréfið byrjar svona. Man segir, ég kalla þig Guð, því að þú ert eins og grískur Guð. Ég sá styttu af einum þannig daginn og ég hugsaði bara, vá, þetta er bara eins og Gilsi. En það er samt aukaatriði, vildi bara benda þér á þetta. Skemmtilegt. Ég frétti að Nonni Plugg væri með ykkur í dag sem er veisla. Ég er mikill Nonna Plugg maður. Ég misti ekki á þætti þegar hann var með betri blönduna 1996. En ég er með spurningu til hans því að það er eitt sem ég einfallega skil ekki. Nú var Jón Gunnar alltaf með þetta þykka, dökka hár sitt, sleikt aftur, flottasta hárgalla sem ég séð. Af hverju var hann eiginlega að snóða sig? Er ekki inni lengur að vera með þykkt, dökkt hár, sleikt aftur, kveðja Tobias? Þetta er á þig, Jón. Gatski að Tobias myndi hendi sköllóta spurningu á mig að því að búið að spyrja blöða bara í 2 ár. Þakkaði Guði fyrir þetta var ekki okkur gamalt maður og einhver elliheimil eins og síðustu 2 föstu. Þetta er alveg ágætt að festi á hann núna. Já, en yfir til Tobiasar, ég var aldrei með þykkt svart hár. Var það að byrja að þinnast það? Þú varst að greiða það aftur? Já, alltaf með þund. Þeir greiða aftur. Hvað er að ykkur? Er það vængin þeirra? Hvað er það Tobias? Hann er mikill Nonna Plugg maður. Já, mikill. Það er mjög hrifin að greiðslunum sem allt sleikt aftur. Þú varst með svona mini-síkal. Og allt þykkt og flott. Hann hlustaði á mig í Betriblöndinni 1996. Já, varstu með Betriblöndinni 96? Varstu á FM fyrir 20 ára síðan? Já, 18. Þá varst þú allsber á Söðukorgi? 96? Nei, ég var 16 ára gamli, ég var ekkert allsber. Akkur var hann allsber? Akkur var ég allsber? Hann var alltaf skrifandi eitthvað bréf. Það er góð 18 ára síðan. Skrifaði 1 bréf. Það var ekki, bara... Náðist F957 á krókina? Það var Mono á krókinu. Já, Mono var ekki fyrir 6 ára síðan. Jésús, hvernig gæstu að lifa þetta af hann? FM var ekki á krókinu. En það var spurning 2. Já. Ekki að henda mér í hana bara. Jú. Sæll höfðingi höfðingjana. Við byrjum því að segja eitt við þig.
Ég var færður herbergi daginn þar sem ég bý og ég ætlaði að taka gott sterakast og kasta úsgögnum og gera allt vitlaust en þá hugsaði ég, hvað myndi höfðingjana gera? He fears no change. Ég ætla að gera slíkt þið sama. I will not fear this change. Ég var færður herbergi og nákvæmlega ekkert vandamál. Þetta lærði ég að þér, meistari, og þetta sést hann að þakka mig fyrir þetta og ég segi bara minnsta málið, miklu höfðingi. Þetta er ekki spurning, hann er bara þakkaði fyrir að því að you fear no change. Já, og hann átti að færa hann, milli herbergja. Þú ert eins og Dalai Lama í backpressu. Svari fyrir það sem ekki dýft í. En síðan segir hann, en að máli málana. Ég er 93 ára gamall kallmaður. Já, hér kemur það. Nei, ég veit. Ég bý á Elliheimili á Akureyri. Ef þú veist það. Mækiskan, sköllóttur. Ég slekk á þér, sko. Ég er ekki að grifast, ég nenni ekki að þetta er Hvað? Þessi 93 ára gamli snillingur sem var að skipta herbyggi. Hann er á, Elliheimilinu á Akureyri. Sköllóttur. Er hann að fara að drepa sig eða eitthvað, nennum sig ekki lengur? Því hann er að vera sköllóttur. Svaraði mér. Ég er bara ekki alveg, má ég lesa það? Lestu aðeins yfir áður og heldur áfram. Fyrst þú fegst þetta sent og veist ekki hvað þetta fara út í. Stíðu vallega niður mest. Áður hann bara að segja vandamálið hans. Vill hann ekki lifa lengur? Segðu mér það. Ég sínst að vera þreyttur á okkur hérna, sínst mér. En ég finn nú ekki að vil ekki 93 ára? Að vakna þreyttur? Ég sínst ekki að vil ekki lifa lengur. Ég held ekki, ef ekki bara gefur séns. Og hann segir hérna, já, ég bý á Elliheimili á Akureyri, ég er á norðan eins og blöðpúp. Hvað 93 ára gamli maður segir blöðpúp? Getur sagt með það? Þetta er kannski eitthvað mistari sem að hlusta okkur félagana. Ok, ég var að hlusta, takk fyrir að hlusta. Ég held ég eiginlega góð 10 ár eftir, þó ég sé 93 ára, þá er ég mjög hraustur, ég gerir styrtaræfingar á hverjum degi, ég hef alltaf passað mataræðið mitt, en ég hef bara nákvæmlega engan áhuga að taka þessi 10 ár yfirbútt. Það er spegill í herbygginu mínu fyrir aftan rúmið og svo daginn var ég sitjandi í rúminu í ykkur good shit feeling. Good shit feeling? Með handspeil í rúminu að snirta á mér nefhárin því ég sé í speglinu fyrir aftan að það komið smá hreiður þarna á hausnum á mér. Sivan þessi og þetta er lagið Happy Little Pill hér á FM 95 Blöð. Klukkan að vera 6, við strákarnir búin að sitja hérna síðan 4, þetta er fljótt að líða. Ég vil samt koma að kvörtun. Nó? Það er kvarta. Okkur allra kvarta. Út af því, ég er með dagskólið sem heitir spurt og svarað. Þess að ég les spurningar af fólki. Má ég koma með kvörtun líka? Já. Kláraði þínu kvörtun. Ok, ég er með kvörtun. Ég er ekki svona búið með brefin. Þá þegar þú ert með takkana fram að það, ég get ekki gert neitt, ég er hann hinum með borðið og köttar bara á mig. Og greiði maðurinn sem er að hlusta núna Þetta svari við vandamálunum sinu. Það ekkert svar. Þessi 93 ára. Þá get ég bara sagt hann að hlusta bara síðustu 2 þætti á Vísi, þá heyrðu spurninguna og hvað átt að gera. Já, hann er að fara að enda tilveru sína að því hann er sköllóttur. Var það ekki málið það? Þið vitið ekkert hvað var að segja, ég fikk þess að klára spurningu. Herðu hvað, hann var með speilin og sá aftan á að hann var að missa hárið. Já, sá að var komið eitthvað hreiður. Og gat ekki næstu 10 ár sko. Nei, ég meina, og vildi hann ekki enda lífsitt? Ég veit ekki hvað var að koma næst, ég hef ekki hugmyndu það sko. Já, hann vildi enda lífsitt af því hann var að vera sköllóttur. Pottþétt. Þú veist ekki það? Nú, ok, lestu það. Ok, hann segir hérna, ég kastaði handspeglinu frá mér, velti í rúminu, nenni þessu kjaftaði ekki lengur, ég vil kveðja þennan heim, þetta er komið gott, nenni þessu bulli ekki lengur. Ná, ok, hvað var ég að segja? Sko, þetta er sem hann sagði orðið rétt, sko. Orðið rétt. Ég var að segja, hann vildi kveðja heiminn og síðan segir hann, þetta er sem sagt að sjálfsögðu spurningablöð og svo er ekki verið að hafa plöggvélina hana líka, því hann þekkir þetta vandamál líka. Hvað ég gera, kveðja Auðmundur, en Auðmundur fékk ekki svona svar því að Mr. Perfect sem er hérna með borðið, skellt á mig. Mr. Perfect, þú er búin að vera með sama brandal núna, 3 vikur í röð. Þetta er komið gott að mönnum öllu heimili sem er að missa hárið. Sem vilja enda lífsitt. Getið gefa Auðmundi samt einhver bold tips, eða? Bitti í mánuð? Já, Auðmundur, snóða þig. Það er ekki trikkið, það? Já. Auðmundur, snóða þig. Punktur. Glæsilegt. Kær kveðja, glöggvélin og Mr. Perfect. Komum á lokun hér hjá okkur í dag. Við þökkum kærlega fyrir hlustunina. Jón Gunnar, takk fyrir að koma hér í stað Steinda. Thank you, John. Búin að standa eins og hetja. Heiður og skemmtilegt. Hver á að byrja okkur næst okkur félagum? Ég var að spája að hlera John Jensen. Hvort að Jón Jónsson getur verið gestastjórnandi næsta föstudag. Nafni minn. Já, það er gaman að fá hann. En eins og ég segi, komið á lokun, hafið það gott helgina. Og við hvetjum að sjálfsög alla til að kíkja á landsleikinn. Er hann ekki á hvað, þriðjudaginn? Ísland, Tyrkland. Já, ég held að sé ennþá 2000 meðar til sölu. Við ætlum ekki að stefna á victory, eða? Jó. Gilvi í stuðu og svona. Já, við erum með flott lið núna maður. Þannig að, já, endilega kikið og stiðið strákana. En, hei, góða helgi og takk fyrir okkur. Takk fyrir að hlusta. Drive around at the partition, please.
Hvernig þitt borgarleikhúskort? Ég ætla að fara með mannin minn á Er ekki nóg að elska, Billy Elliot, Beint í æð og Jesú litla. Tryggðu þér áskrift. Borgarleikhúsið. Nú heilsublað Krónunnar komið út. Stútfullt blað af heilsusamlegum vörum og skemmtilegum uppskriftum. Krónan fyrst og fremst ódýr. Strákar, eru þið búin að prófa Red Tab línuna frá Levi's? Slim Fit, Loose Fit og allt þar á milli. Komið í Levi's. Við reddum þessu. Við viljum hafa þetta einfalt. Aðeins 2 réttir á matseðli. Dirty Burger and Ribs, Miklubraut, beint á móti Kringlunni. Carlsberg, Nova og Bláa kortið kynna Oktoberfest SHI í Vatnsmýrinni dagana 11. til 13. september. Smirnoff kynnir Gus á tónleikum í Listasafni Reykjavíkur þann 5. september. Miðasala á miði.is. Nú fréttablaðið komið yfir 32.000 spjaldtölvur og snjallsíma. Appið aðgengilegt, einfalt og ókeypis í App Store, Google Play og Windows Store. Fréttablaðið, app sem þú þarft. FM 95 Blö í dag klukkan 4 til 6.